Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Skíðasvæði Skagfirðinga í Tindastóli var opnað fyrir 17 árum. Aðsókn hefur verið nokkuð sveiflukennd þessi ár, farið talsvert eftir tíðafari eins og annar staðar, en svo virðist oft erfitt að sjá hvað veldur. Skíðasvæðin á Norðurlandi hafa aukið samstarf sín á milli sem farið að skila nokkrum árangri. Þegar okkur bara garði voru nemendur úr 10. bekk árskóla á Sauðárkróki að renna sér í sól og blíðu. Ég mikil útivistarmanneskja, mikið fyrir að vera úti og mér finnst þurfa að auka það aðeins hjá krökkunum. Svo kem ég kem frá Siglufirði og það mikill skíðastaður og búin að vera mikið á skíðum og hafði svolítið áhuga að koma bara þessu inn hérna á krökkunum. Hjá krökkunum sem eru hérna, kynna þetta fyrir þeim. Og hvenær byrjaði á því? Það að vera svona 3 ár síðan við byrjum svona fast að fara bara reglulega alltaf einu sinni yfir veturinn með alla árgangana. Já, þið farið með alla 10 árgangana? Alla 10, bara og alltaf sér, þannig að þetta eru 10 skipti, alveg frá 1. og upp í 10. En við erum að fá rosalega góða aðstoð, við erum að fá foreldrana með okkur, sérstaklega með þessi yngstu, til að aðstoða okkur í þessu. Þannig að þið fá þessi mestu aðstofana með þið eru hérna og í fjallinu og fljótar að læra þetta. Sérðu einhverja breytingu á þessum 3 árum? Já, ég var bara daginn bara að hugsa þetta mig. Fara eins yfir þetta hérna og þau eru eins og sjálfstæð. Það er svo gaman. Við vorum alveg á fullu hérna fyrir 3 árum að koma í liftuna og gera, bara koma að vinna í þetta. En núna eru þau bara orðin svo sjálfstæð og bara þekka inn á þetta, kunna á klossana, kunna á skíðin og bara fara á stað. Er þau meira á skíðum heldur brettum? Já, það er aðeins meira skíðin en brettin eru mjög spennandi. Það er mjög mikið verið að prófa bretti. Þannig að töfrateppi sem komið hérna, þau eru mikið að prófa bretti í töfrateppinu. Það er þægilegra. Svo bara þegar þau ná tökum þar þá komum þau hérna yfir í liftuna og reyna að ná tökum á liftun. Þetta er ágætis aðstæða. Það er svona, ég myndi nú alveg vilja sjá fleiri brekkur og kannski fleiri liftur og svona. En það er fínt að vera hérna og þess að fínt að byrja hérna og svo ætla þeir að fara að bæta við liftu og svona. Þannig að þetta eykst aðeins svona hérna fjölbreytileikinn sem maður segir. Það er allt í boði hér. Þau bara, ef þau eiga ekki búnaðinn, þá getur þau fengið skíði eða hérna bretti. Já, á kostnaðarlausu. Þau geta bara komið upp yfir og það er allt frítt hérna á meðan þau eru hérna með okkur. Sá sem hefur staðið vaktina í Tindastólum þessi 17 ár og drifið uppbygginguna áfram er Viggo Jónsson. Gárungarnir segja hvernig sem viðri segi hann alltaf sól í Tindastól. Það er náttúrulega gjörbreyst þróun á skíðunum í sjálfum sér, bara skíðunum og auðvitað hefur þetta gert það að verkum að eins og bara maður sá krakkana í dag, þessi tími sem maður sér núna breytingun á þeim eftir að koma til dæmis bara núna þó þetta séu bara 3 ár sem að skólinn er að koma. Hvað það er bara miklu léttara fyrir krakkana að koma aftur og aftur sko. Og auðvitað smitar þetta út frá sér og þetta er svona það sem að kannski sýnir krökkunum að það er til fleira heldur en feitt kjöt eins og maður sagði sko. Já, hvernig er þetta nýtt sem útivistarsvæði? Þetta er náttúrulega allt og lítil nýting í sjálfum sér sko. Ég meina við erum með frábært göngusvæði hérna og náttúrulega þetta er ídeal svæði bæði fyrir svig og bretti og þetta vildi maður sjá miklu meiri stemmingu bæði hér vestan fyrir frá Hvammstanga og alveg hingað en þetta svona smá kemur og maður sér það að það er aukning og líka bara aukning í túrisma. Ég meina það er að koma mikið fleira fólk eins og í vetur, gestir okkar sko, þú veist. Og sérðu fjölgun í erlendum ferðamönnum? Já, ég sé hérna fjölgun í því og það er nú hlutur sem við erum svona að stefna að og líka sem er kannski skemmtilegt í þessu að við erum með verkefni í samvinnu við Siglufjörð, Dalavík, Ólafsfjörð og Hlíðarfjall þar sem við erum með Ski Iceland verkefnið
og erum að markaðssetja það einmitt erlendis í samvinnu við flugleiðir. Og það hefur svona, við erum búin að vera með það hvað í 3 ár og maður sér að það er svona aðeins að byrja að ganga. Það er svona að slíta vaskónum. Þú getur keypt passa hér og skíða hér þá einn dag og þú getur leigt skíði hér, farið bara með þau í hringinn og þar sem að þau enda viðkomandi sér að koma þeim tilbaka. Ef þú kemur fljúgandi á Akureyri og tekur leigu skíði þar og endar hér að þá sé ég að koma skíðunum til síns heima. Skíðasvæðið í Tindastóli var fyrst til að opna í vetur og hjálpar til hvað svæðið stendur hátt. Við náttúrulega njótum þess að vera bæði með snjóframleiðslukerfi og snjógirðingar og við erum að auka við þær og það einhvern veginn vildi nú þannig til að það snjóaði bara vel hjá okkur og við opnuðum 3. desember og erum búin að vera með opið síðan. Það verður ýmislegt að vera páskana og síðan endar vertíðin næstu mánaðamót þar sem keppnin Ísmaðurinn fer fram í annað sinn en þetta er utan brautarkeppni. Þetta er fyrir krakka og alla. Þú ferð þetta bara á þínu hraða. Þetta er, ég meina, þetta er ekkit... Þetta er ekki eins hræðilt eins og hljóma. Nei. Og annað hitt að þú ferð bara á þínum hraða í þessu. Þú gerir þetta eins og þú vilt, skilur. Keppir við sjálfan sig. Þetta keppir við sjálfan sig og þetta er nú aðalmálið að hafa gaman að þessu og þetta er þannig keppni. Er það nokkuð nema að hvetja fólk bara til að nýta þetta svæði? Ekkert annað. Bara koma á skíðasvæði í Tindastól. Það er nógur snjór. Hvort sem þú vilt fara að ganga eða hvað þú vilt gera, þú getur labbað upp á topp eða hvort sem þú vilt. En hér verður tekið vel á móti, ég lofa þér. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.